Góðan daginn. Það hérna 3 atriði sem ég langar að ítreka aðeins varðandi síðust verkefni sem og mörg ykkar eru enn að gera röng. Það er find and replace og sérstaklega find and replace orðabilin. Ef það eru 2 orðabil og þeir skipta því út fyrir 1. Síðan er það neðamálsgreinarnar, þær eru ekki rétt stiltar og síðan er það dálka hökin. Þegar þið eruð að gera dálka og ætlið að láta tölvuna stilla það í staðan fyrir að handstilla það. Og ég ætla að fara yfir þessi 3 atriði. Fyrst ætla ég að gera þetta sem heitir find og replace. Flest ykkar voru að gera meiripartin af því rétt en ekki allt. Þeir sleftu þessu með orðabilin. Og málið er með orðabilin, það er aldrei 2 orðabil í textanum. Það bara kemur ekki fyrir. Ekki eftir punkti, það er alltaf 1. Þannig að ef maður gerir þau óvart, þá vill maður reyna að laga þau. Þannig að hér erum við með texta. Ég tók bara verkefni 6 og ég þarf náttúrulega fyrst að velja textan sem ég ætla að láta hann að leita í. Ég fer inn í editing knappinn sem er hérna við hliðin á styles. Smella á hann og vel find and replace. Ég ætla að láta hann að leita hérna í þessum texta og ég ætla að finna 2 orðabil. Þannig að ég íti 2 á bilslána, einu sinni 2. Fer inn í með hverju ætla ég að breyta og ég ætla að breyta í 1. Síðan fer ég inn í replace all og íti á það. Og í þessu skjali er ekkert sem ég þarf að laga. Þannig þá ger ég bara OK og út úr því aftur. Þannig ég er búin á þessu. Síðan ætla ég að fara aðeins yfir dálka hökin. Þá byrjiði á því að velja hér alla töfluna sem þið ætlaði að sitja, nota þetta dálka hökin á. Og þið farið hér inn í paragraf. Það loka þessum glugga aftur. Þið farið hér inn í paragraf. Opnið á örin hérna bakvið og þið farið inn í það sem heitir tabs. Smellið á það. Og þá kemur upp þessi hérna skrýtni gluggi sem mörgum finnst vera mjög flókin. Og það er vídeo þetta inn á innu. Og þið farið eftir bókinni. Þið ekki að gera þetta handgerð, þið eigið að fara eftir. Og þá stendur hérna. Í fyrstu hérna dótunni þá á ég að gera 4 cm left og set. Þá skrifa ég hér 4 í efsta dálkinn. Og næst er dagstillingin hvar ætla ég að hafa það og það á að vera left til vinstri. Set festir það inni, smetla á það. Það færist það niður í dálkinn hér. Meðan það er ekki komið hingað, þá er það ekki búin að setja það inn. Þannig það verður alltaf ít á set þegar þið eru búin að gera þetta. Næsti á að vera 10,5 í miðjunni, center. 10,5 og hann á að vera center sem er hér og set. Ok. Síðasti á að vera 15 cm og til hægri. Þá er það 15 og það er right og það er set. Þannig hér er ég búin að gera þessar 3 stillingar sem ég á að gera og þá þarf ég að komast út úr þessu og þá ger ég OK. Ef ég ger ekki OK, þá er ég ekki búin að gera verkefni. Þannig ég íti á það og þá sjáum við hvað gerist. Þetta færist hérna, til dæmis er þetta hérna miðjað, þetta er center. Og þið getið skoðað það á hnappnum hérna, hvernig það lítur út. Og það sjáum við það að þetta er alltaf hérna með einu bíl á milli. Nákvæmlega eins og það á að vera. Og þið eigið að gera þessi, þegar þið eru að gera sér dálkhög, það eigið að gera það svona. Ekki handgera þetta og færa það til sjálf. Því ég sé það með því að fara hérna inn í paragraf og inn í tabs, það sé ég hvort þið hafa verið að gera þetta rétt eða ekki. Síðan erum við með það síðasta sem ég ætla að tauta þessum og það er neðamálsgreinin. Hér eru til dæmis 2 neðamálsgreinar og þær líta svona út. Það er búið að setja hana inn, hérna, þessi er númer 2 og þessi hérna er númer 1. Þannig það er bara insert references og þá fáið númerinn. Þið verðið alltaf að byrja á því að gera 1 tabil hér. Hér er búið að gera þetta tabil. Þið sjáu það með því að smella á þetta hérna. Það er búið að gera 1 tabil. Það verður alltaf að vera. Síðan skrifiði textan og hér er ekki búið að stilla hann rétt. Þannig að línan kemur svona löng hérna fyrir neðan. Þannig að þið þurfið að fara inn í paragraf og þið þurfið að stilla þetta á henging sem er hér. Stillið þetta, sjálf
gefið er 1,25 stundum eða breyta því eitthvað og þá er það í leiðbeiningunum. Síðan gerið þið OK og sjáu hvað gerist. Það jafnar út textan. Þannig að hann verður falleri. Þetta verður ekki svona og þetta er líka að gera við heimildir. Þegar alltaf að hafa þær líka henging. Þetta er þessi 3 atriði. Það eru sérstök vídeó bæði með dálkahöggin og neðanmálsgreinina inn á Innu sem þið getið kíkt á ef þetta er enn að vefjast fyrir ykkur.